recording. Þetta sko, þegar þú er ekki undirbúin á vel, þá er þetta eins og alltaf veit. Það sem var undirbýsið vel, en skrifar upplýsingarna vitlaust niður. Það átti ekki undirbúin illa undirbúin. Ertu búin, já? Það byrjaði það. Viltu ekki byrja þáttið bara í miðju svona rosti? Nei, sko. Þátturinn er byrjaðir, sko. Já, það er svona þannlega síð. Ertu ekki búin í þetta á? Jú, bara hérna, recording á tölvunni, sko. Þannig að við erum með þetta í hljóð og mynd. Þú ert að missa hérna golden stuff, sko. Það þarf að íta Nei, rekk. þetta er ekki golden stuff, sko. þetta er poop stuff. Gott content. Alltaf þér í óhæg. Já, alltaf. Herru, það er 5. lótan sem að heilsa ykkur í hressu stúdíu í þetta skipti, annað þátturinn í hrikalega góðri viku, en það er ennþá betri gestur, það er engin annar en The Ice Bear. Kolbeinn Kristinsson. World champ. Já, WBF World Champ. Jú. Hvernig er tilfinningin að vera meistari? Bara. Þú veist, stærri meistari en þú varst á. Er ekki alveg mistari eða? Það er alltaf verið. Nei, þetta er bara töff, skilur. Þetta er bara, þú veist, ég skoðaði beltið í fyrst sinni í gær. Já, ok, ég með þetta beltið hérna. Ok, geðið. Skoðaði þetta beltið í fyrsta skipti í gær? Já, það var bara í töskunni ykkur staðar hérna. Ég held þessi undir ykkur fötum. Ertu ekki búin að vera að kúra með það? Ég opnaði kassan í gær bara. Já, þetta er alveg töff beltið. Já. Við erum náttúrulega, sko, alveg rúm vika sem þú komst. Já, ekki, næstu 10 dagar eitthvað. Af hverju myndir þú ekki opna? Ég er svo gátt að aðeins stundum, sko. Ég bara kom heim og ég leið bara eins og ég hafði ekkert að berjast. Hefur þú hægt speil, eða? Já, fyrir utan það, fyrir því leið speil, ég líka mann og ég er bara góður oft rauðinum og ég er bara, ég er bara eitthvað chilla, þú veist, eitthvað. Já, ekkert eitthvað, ég leiði ekkert eins og ég var að berjast eða neitt. Nei, ég skilji. En hvernig er vikan búin að vera sem þú komst heim? Bara chill, þú veist. Ekkert búin að æfa og bara sólgleru inni og... Já, ég var sólgleru í svona viku, út í búð og svona, þú veist, þegar fólk var alveg bara að gefa mér og svona, það sá mér, sko. Þannig að ég var bara, ég hef sólgleru, hætti verið með á sunnudaginn, held ég. Já. En það ekki bara geggjað, bara aðeins að make a name for yourself, svona aðeins meira, þú veist, fara út í krúnuna á þeim grafarholtinum, bara allir stokkbólkin og hvað guður er þetta? Hvað gamla konur, bara hvað helvítið stópist það er þetta? Nei, það er bara, er þetta ekki hann að WBF World Champion? Er þetta ekki hann? Ég hefði spilað þannig, sko. Já. Og reyndar ef ég var í þínarsporum, sko, þá væri ég bara með þetta belti bara á öxlinni alltaf. Já, það væri bara Tim Sylvia hérna. Já. Einlega, en það er kannski ástæðan fyrir því að ég er ekki champion. Já. Ég segir að byggja í MMA-barda, sætla minninga og fagnaði innilega. Já. Og það er svona hófst og lauk, eða minn fyrir þetta, ég held ég að topa það. Já. En verði aldrei, já, kannski heimsmynd. Þið vitið Tim Sylvia referensið ekki? Nei, nú þarf það fræður. Tim Sylvia, UFC champ, heavyweight champ, einna bara way back. Já. Og þegar hann var UFC champ fyrsta sinn, þá var hann svo ánægð með að vera champ. Hann var með belti á sér út allt, hann bjóði Vegas. Fór út í búð með belti utan á sig. Fór bara með belti allstaðar. Það var eins og þú sagðir, það var með belti bara út allt. Já, var ekki Amanda Nunes sem gerði eitthvað svipað? Bara, þú veist, pulla upp í, þú veist, McDonald's bara með belti á öxlinni og bara, hei, big mac. Það er bara Tim Sylvia að pulla það, sko. Já, ok. Má vera. Þannig að róli vika, ertu ekkert búin að æfa neitt síðan hérna? Ekki neitt. Ég er eitthvað, kíkja á einhver morgun. Já. Morgun miðvikudag. Já, miðvikudag morgun. Já. Og greinlega allt var henni? Fyrsta enginn. Já. Bara, þú veist. Og hvað, þú veist, er það bara eitthvað svona rétt að spyrkla eða? Já, meira bara, við vorum á svona styrtaprogrammi og svona dót, við meira bara svona halda því áfram. Þú veist, þannig sé ekki, bara komið svo gott ról á því allt, þú veist, þannig bara svo halda áfram að þá getum við hérna transition yfir í erfiðara program núna í off-seasoninu. Já, erfiðara prógram þá við varst áður. Já, sérst bara út frá því sem við vorum að gera. Þú veist, byggja bara og það sem við vorum að gera. Þú varst nefnilega í fucking góðu formi, þú veist, í barðaðanum. Já. Gegn Lennis. Þú veist, mér varst, þú veist, hann var búinn á því, mér varst eins og þú ættir alveg góðar, þú veist, 8 lótur eftir. Já, allavega, sko. Eða 15 eitthvað. Ég bara, þú veist, svona, þú veist, það var ekkert líkamlega erfiður barðaði. Nei. Þú veist, það er bara, þú veist, svona hugsa tilbaka, svona, þú veist, það var ekkert erfiður barðaði bara yfir höfuð. Nei. Það var ekkert svona erfitt, fannst mér.
svona hugsa tilbaka, þú veist, svona já, ok, hann var aðeins sneggri í byrjun eitthvað en, þú veist, var sýtt að hitta mig þannig, þú veist, það bara ekki að snerta mig Já. og bara, já, þú veist, það gerist ekki neitt og svo bara byrjaði að bera hann og bara, já, ég geta bara hann í 20 lóður viðbútt, Já. þú veist. Áður en við höldum alveg sko köfum inn í barnaðin þá ætlum ég að minna á þátturinn í boði mínigansins heimavelli bardaíþrótta eða stór viðburður framundan á góðum tíma þá veist hann sýndur í mínigarnum. Næsta dagskrá er sjálfsögðu Icebox á föstudaginn og svo Kate Steel 40 þar sem að Reykjavík mætir með allt sitt herlið. Það er bara að gera að fylgjast með og panta borð á mínigarnum og svo er það auðvitað ef þið langar að æfa bardaíþróttir þá er Reykjavík svarið ný grunnnámskeið hverju mánuði kannski aðeins minna núna yfir sumartímann en allar upplýsingar inn á rfkmma.is og takk fyrir skrifið og byrjaði við æfa á Viðarhöfða 2. Þannig að þér fannst Magleinis ekkert vera að hitta þér neitt að viti að mér fannst en þú veist við erum svo bara allir sammála að hafa tapað fyrstu 3 lótunum. Svo er þetta svona Eða hvað? þú veist, ég pæli, þú veist, svona, já, maður gerir lítið, en hann gerir líka eitt heldur. Nei. Hann er svona, þú veist, þetta er svona smá svo lótur sem ekkert gerist í tannig og þetta er svona, þú veist, svona bara, svona, maður fannst það, þú veist, í barðan bara, ég er að tapa slótum, eitthvað, þú veist, en svo ef maður hugst tilbaka, svona, þú veist, var ég að tapa þeim? Var ég að tapa svona mikið eins og ég hélt, Já. skilur að því að, þú veist, hann nú bara að snerta mig eitthvað og svo annar lótunni, ég manlega því hann sló mig í body og ég bombaði með hægrendi Já. þú veist, það var eina significant shot í allir lótunni, sko. Já, einmitt. Það er svona, þú veist, Mér fannst að vera svolítið hræddur við þig eftir skítrættur. Já, eftir það högg sko. Það var svona respect höggið. Já. Það var svona, já. En ég hafði allan á tilfinningunum sko í salnum. Þá leið mér svona eins og fyrstu 3 hafði farið til hans. Já. Svo af því að það var geggjateimi sem stemdi í bardaganum að þá svona þegar ég horfði á þetta aftur þá var ég svona eitthvað já, þú veist, meira 50-50 þegar maður horfði tilbaka sko. Já, þetta er bara svona í haustum mér þegar ég er þetta líka svona extra critical. Já. Þetta er svona, ég kannski vinna lótuna, svo hittir mig einu sinni clean og ég bara, fuck, ég tafa þessu, skilur að það var kannski, þú veist, svo tilfinningin, skilur það er ekki alveg hægt að marka, hérna, það sem maður segir, svo fattar maður svona eftir á, þú veist, ég stjórna svolítið að narratífinu, hvernig, hérna, fólk talar þetta, en ef ég segi, þú veist, ég skýtaði þessu, þá er allir bara, já, hann skýtaði, þú veist, skilur, þetta er bara svona, þess að maður svolítið að passa hvað maður segir að því að maður sé alltaf verra út úr hlutunum en það er í alvörunni, þú veist. Það er svolítið þannig. Þú veist, þannig að ég kannski vera rústandi lótunum, en ég get svona, er ég að vinna þetta eða, þú veist, skilur, það er svona eins og menn eru, þú veist, þannig. Já, en hvernig var sko, hann var svolítið að fara sko, hvað er ekki, vinstri body, stíga svo aðeins hérna út fyrir hægri og taka eitthvað svona hægri hátt yfir því svona. Hann var alltaf með hausinn sko hægra megin. Já. Fór alltaf með hausinn hægra megin og svo skallaði hann mig bara, með topnum bara beint í aldrei af þér, endalaust sko. Var það í þessari hérna flétti það sem að skallarnir voru? Já, hann var alltaf hausinn raunni vills megin. Já. Þú veist, ég er búin að boxa við örfendan strák núna hérna í 3 vikur. Já. Og bara svona sem er svona örfendur, skilur, boxarörfendur og hann hausinn fyll að hinum megin. Það meika miklu meira sens í burtu frá hærendinu og burtu frá öllu. Já. Þú veist, hann boxaði smá svona eins og hann var réttindur að prófa örfend. Svona þannig, svona awkward einhvern veginn. Já. Tók það tíma að venjast í það? Já, það var svona, þú veist, fyrst það var svona að horfa á hann, bara, hvað er það að gera? Þú veist, já, þú veist. Já. En svo var þetta alltaf gett vandræðilegt, skilur. Hann var svona bara með hægri fótinn upp eitthvað að teygja sig svona yfir öxlinni einhvern veginn og koma með einhverjum krókni þarna yfir. Það slá upp og svona, það er einhver daðið þess að bara, hann er að slá upp, bara ég yngar á að gera einu sem að gerir. Nei. Hann er að slá upp. Já, hann er að kýla upp, þú veist. Já. Þú veist, það er ekkert power upp. Það var svakalega handarhreyfing. Já, ekki. Ef við skilur það, þú hugsa þú veist, skilur allt sem þú kýlir upp, það er ekki kraftur í því. Þú veist, þú vilt kýla upp með fótunum niður með höndunum. Hvað gerir maður á móti svona risa eins og þér? Já. En maður getur ekki kýlt upp? Kýla niður, upp og niður. Þú veist, það verður að vera niðurhreyfing. Það er powerið. Já. Þú veist, þú kýlir bara upp, hvað það gera? Nei, bara engan base undir sér. Já, þú ert ekki með base, það er ekki með neitt, þú veist. Það er líka, þú veist, Daði sagði í horninu þess að hann er bara að kýla upp. Ég hef engar að gera þessu, stíðu bara á hann, slappa bara á hann og landa hann, þú veist, hann er ekki að vera með þig. Já. Þú veist, hann sá það bara. Já, nákvæmlega. Ég hef hugsað með mig hvort að íslenska hornin væri ekki búin að lesa þetta, en ekki. Hann sá það, hann sagði bara, já, hann er bara að kýla upp og landa hann. Svo var hérna Markus, promóterinn, var alveg berjálaður í horninu.
Já, þetta er svo fyndið hérna þessi síðasta lóta, sko. Sér bara, hann satt í hotninu, þeir bara fóru úr hotninu. Hann var bara einn eftir þetta. Já. Og svo var bara skilin eftir í hotninu og svo bara, halda það fram. Gerði þetta, sko. Já. Og svo bara veið hann af og þeir brjáluðust allir hotnið hans bara. Þeir skildu það bara eftir, hvað meinur þú? Þú segir skilin eftir, hvað, þú veist? Þú veist, hann satt enda á stólnum í hotninu. Er vanlega bara, ef startu upp, taka stólinn og... Já, stólinn tekinn, skilur við. Þú veist, það bara, svolítið að banduna hann í hotninu. Það var líka spes stóll, sko. Já. Stólarnir voru svona, þú veist, fast yfir hringinu og einhvern veginn, þú voru bara svona færðir inn eins og hlið. Hvað það? Já, ekki samt í meinivendinu, þau voru búin að losa það system. Já, það var ekki hjá okkur. Þetta byrjaði þannig, sko. Já, ok. Eina skets ég settist niður var þarna... Settist eitthvað niður? Já, bara þegar fyrir stoppið sig. Það var bara því að Daði sagði, ef hann hættir ekki þessu lótu, þá fara að sittast niður. Og það var ég bara, sittast niður. Skilur, þetta er svona, að ég byrjaði bara, það var ekkert að setja, við setjum ekki, stöndum bara. Ok, þá var ekkert að pæla í. Svo sagði hann, þú mátt setjast ef hann er ekki hættur. Þá kom ég hóttið bara, stóllinn. Það var þreytt, það var svona í haustum á manni, skilur. Fyndið. Hvað færðu vanlega margar lótur áður en Daði leiði þér að setjast niður? Hvað, móti Míkas stóð alltaf í vann. Móti Krolenko sett ég einu lótu. Það ekki, hvað slags. Í aðra lótunum sem settist niður, þá hætti hann. Hvað slags, hann metu það bara, þú veist. En það er allan ekkert svona fyrir helmingin á bardaganum. Nei. Það áttu bara að standa. Já. Þegar þetta er hérna, þú veist, ef þetta er erfitt, það er þetta erfitt að standa upp. Þú ert þreyttur, þú veist, þú ert þreyttur og gengur illa eða bara ert þreyttur að standa upp er alveg effort. Þú veist, sérstaklega, þú veist, fyrir hann, það er óslega erfitt fyrir hann að standa upp, þú veist, saðan eins og okkur svona krossiskur í hóttunni. Svo okkur einustu lótið og bara, þú veist, að standa upp og bara, og ég stend bara á tilbúin, skilur. Já, þess að miklu meira mental drain á hann. Líka bara á með svo lélitt body posture í hótninu, bara frá fyrstu lótu. Þetta er sem sagt, sko, svona ámannst í hóttinu, hótt að sitja það svona, þú veist. Það er alveg slækur, sko, rétt á hóttunum og hvað. Er það bara málið? Er þetta bara svona ámann að gera það? Þannig átt að sitja í hóttunni, skilur. En það var kannski lág hann og mikið, þú veist, skilur, ég veit ekki. Já, mér finnst það bara að vera að fara hann að svo, sko. Það er bara að það leggja sig, sko. Ég veit ekki alveg, sko. Ég var ekkert alltaf mikið að pælja honum þannig, þú veist. Nei, en hvernig var samt, sko, hver var hugsunarhátturinn þegar dómari veiðar þetta svo af loksins, loksins, en ekki að slappa loksins. Þú veist, vekstu eitthvað svona, var það mikill léttir eða er þetta bara eitthvað svona? Nei, ég var bara, getur búið. Ég hef bara svipað á síðustu 3 bardagar, þú veist. Þetta er búið, ok. Já, bara eitthvað. Þetta er svona, þú færið ekki alveg þetta svona, dæmi að því að þeir eru bara að gefast upp, sko. Já, menna það. Þannig að finnst þú smá svona svikin þessa, þú veist, þetta KO sem að hefði átt að koma. Sem dómari reyndi af mér þarna, sko, alveg klálega. Þú veist, þau finnir bara til hversu reglufund. Eitthvað, það eru 2 gómar. Einn gómar er tilbúin eða hinn gómar skýst út í sal. Gómar skýst lengst út í sal. Finni góminn! Skólið hann! Og gefa hann vassopa. Svo, væri byrjaðir að harma á honum, skilur, og það bara, herru, teipið, lagaði teipið. Bara svona búta teipið eitthvað, þú veist. Einmitt. Það var bara til þess að leiða honum að lifa af, sko. Nákvæmlega. Verður þú pirraður í mómentinu þegar þetta gerist, eða ertu bara... Þetta er bara svo, þú veist. En þetta næri ekkert að taka þig svona úr jafnvægi. Nei. Ekkert, þú veist. Þú bara með játtögar. Þú veist, maður bara að berjast eitthvað, sko. Berjast eitthvað. Já, ég veit ekki, eða sé fyrir mér, sko, að þetta væri svona mentalityð gæti svona farið út úr gluggan. Þegar maður svona líður eins og heimurinn sé að móti manni, skilur, eins og þeir vera að klekkja á manni, sko. En þú bara ekkert, þú bara, ok, þú veist, það er svo coming. Eins og þegar var þetta úkslega lengi hóttum og var valið bara, hvað er að gerast, þú veist, en þetta var, svo bara, byrjum bara að lemja hann, skilur, þú veist, hann er að taka pásu, þegar hann veikar ekki vera bútið mér, sko. En ég tók það bara, þú veist, bara, purur á hannum, sko. Já, sem þú fucking gerði, af því að þú veist, svo ferðið bara, setið bara upp, þú veist, hægard og lappa bara áfram og eiginlega bara svo þið lappar hann niður. Já. Bara alveg endast. Og hann hefur ekki svona þolið, eða svona, hann getur ekki þessa pressu. Nei. Ekki svona ákveðlega rétt metið þannig, að, þú veist, hann getur ekki workað svona mikið. Nei, bara hægard, láta hann kýla
svo bara berja hann, þegar hann búinn. Já, einmitt. Þú veist, Daði sagði líka bara, hann ná svo 30 sekúndur, góð 30 sekúndur í byrjun. Þannig að byrjun var ekkert að kýla þannig, ég var bara að labba á hann, láta hann kýla, sko. Já. Og var mikill kraftur í honum? Nei, ekki kraftur, ekki neitt, sko. Og svo Daði las ykkur grein, sendið mér hana, sko, translitaði hana, og þjálfurinn segja, hann að slá svo fast í bodyshot og slá mig svo fast eitthvað að ég bara finna í gegnum brynjuna og eitthvað, ég fann ekki neitt að þessu. Nei, ekki á stað á stund, sko. Ekki neitt, sko, hann sló bara ekkert fast. Nei, það var svona, fara að vera svona signature move hjá Kolli, þú var svona lappar inn í hringinn, þú veist, ótrúlega svona léttur á þér. Já. Finnst þið bara ekki gaman að berjast, þetta eitthvað svona, ertu bara ég er bara komið til að skemmta mér? Þetta svolítið svona, Usyk sagði þetta, hann sagði svona, þú veist, svona caged bird, svo kemur hringinn, þá sleppt, skilur við, þetta er smá þannig, svona, já, og loksins sem hann að gera þetta, þú veist. Já, ég var þetta velta með mér, sko, þú erum búin að boxa geðveitt lengi, verður aldrei leiður á því að boxa? Ertu aldrei svona á seknum eitthvað, bara, veistu, þetta er leiðilegt? Já, þú veist, það hefur alveg komið fyrir að bara gera eitthvað, bara djöfull þetta er leiðilegt, en þú veist, svo, veist, svona með Daða, hann alltaf bara að breyta til, aldrei gera sama, og veist, meiri sér að voru með æfingar, sama æfingin, en það breyti bara röðinni á æfingunum. Já. Þú veist, uppbytunir öðruvísi, allt svona öðruvísi, alltaf. Hann er svona, já, ég hef ekki pláss til að fá leið á þessu. Þó að sé bara aðeins að stokka upp æfingunum. Já, stokka bara eitthvað, þú veist. Þannig að maður, þú veist, það er svona, þú veist, ekki grændir sem er svolítið að æfa mikið og hann bara, já, við gerum bara, nú er röðin uppbytunin þessi. Þá er þetta að gera alltaf æfingu. Þú veist, tökir á þér og allt þetta, skilur við. Já, svona aðeins, stóksu. En svona beltalega síðan, nú ætlum við líka Baltic Boxing Union mistari. Já. Hvort það skemmtilega að vinna það belti eða þetta belti? Þú veist, það var þetta fyrsta beltið þitt. Já. Það var þetta skemmtilegt. Þetta er þetta alvöru belti, þú veist. Já, meira alvöru. Meira alvöru, þetta er alveg, þú veist, World Championship. Já. Þú veist, bara 7. stærsta beltið, svona sambandið, þú veist. Það er svona 7. þessu, það er skilur þessi 4 stóru, svo er IBO, sem er alveg svona, það er respectable og svo þetta, þú veist. Þetta er svona, já, þetta er svona, í svona, þú veist, þetta er eins og, kloppari lík. Þetta er svona eins og að vinna Championship League deildina, skilur, í Englandi, þú veist. Já, og varst að vinna fyrstu deildina. Já, var að vinna fyrstu deildina, þú veist. Já, það er alveg respectable. Já. En hvernig virkar það, þetta var þá eitthvað svona interim dót? Eitthvað hollendingur. Verður þetta þá saminað? Já, þú veist, ég get gert það. Þeir buðu mig bara í mars, sorry, já. Myndur þú að fara aftur til Núrenberg eða eitthvað? Nei, til þá, hann er í Hollandi, þeir buðu mér að koma til Hollands að berjast. Það var bara fyrir að hann var svo stuttur, svo vorum svona, nei, býðum aðeins, svo viku setna buðu þeir mér bara það. Já, þannig að það búið að bjóða þetta belti áður. Já. Já, ég skil. En veit þið, af hverju gerðu þeir interim belti? Er hinn gæði mittur eða eitthvað svolítið? Ég veit það ekki. Ég held ég vilja bara að ég sé með beltið frekar en hann, sko. Já, hann líka hefur bara eitthvað, það er bara 9 mánuðir sem þú færð til að verja beltið, eða ekki? Já, hann hefur kannski ekki staðið við það, ég veit það ekki. Ég er bara ekki hugmynd, sko. Það er ekkert svona að kíkja á hann eitthvað? Vilji ég þetta? Nei, já, þess að gæðin sem að er... Ekki tannig, þú veist. Heitir hann Willi? Já, þetta er Willi. Ég held það, já. Veist, ég er, sko, þetta er svona... Ég er ekki það mikið að pæla eitthvað í þessu endilega, þú veist. Svona, ég er að skoða svona, fæ eitthvað svo tilboð, eitthvað svona, þessi gæi, þú veist, Hjúi Fjúri var byggðum barða og, hérna, Bakundur Jólanov sem er 25 í heiminum, það var bjóða með og svona, já, sko það, já, eitthvað. En svo er ég ekkert að skoða neitt meira það. Bara svona, þannig, ég er ekkert eitthvað í rúm að liggja yfir þessu, þú veist, ég er bara að gera eitthvað annað, þú veist. Ég myndi sjá það ekki með fyrir mér, að þú svona lægir svona á magan upp í rúmi, svona fætir þannig aðeins upp í loftið, og skrolla í gegnum. Bara skrolla í gegnum ranglistan og skoða alltaf, já, eitthvað, Willi. Ég er bara eitthvað betur tíma að gera, þú veist, skilur, bara horfa okkar að þætti eða eitthvað, þú veist. Þú hefur alveg sætt með svona skilabóð þar sem að þú bara að spila eitthvað símaleik, sko. Já, eða það, skilur þú veist. Skilur, þetta er þetta svona allir orka, skilur þú veist, ég veist að eyða allir orkunni að pæla eitthvað í þessu og skoða eitthvað að boxa endalaust, þetta er svona, þú veist, þú hefur bregst mikið á orku og plássu upplýsingar, skilur
Já, það sem alveg satt. En þetta ekkert með í svona huga svona hvað væri svona drauma næsta skref? Sko, þú veist, það einhverjum svona risabardaðar, skilurðu, þú veist, sem eru eitthvað kannski. Og Markus, hann sagði, ég get mögulega barist við, fengum lista yfir 4 andstæðinga sem eru svona, þú veist, alveg flott rekord, en, þú veist, hann 200-ish eitthvað. Okay. Sem og getur barist einhver svona annarkvæmt EBF mínubelti, VAFPI eða VAFPI-O mínubelti, þú veist, svona sem eru 4 stöttubeltin eða 3 og 4 stöttubeltar og getur barist það undirbelti af þeim, sérst á International, Intercontinental eða Global eða eitthvað svona kjátaði. Að hann sagði, við það eitthvað sem getur reynt, þá kemst ég á ranglistin hjá þeim fyrir heimsbeltið. Þeir eru með top 15 ranglista. Já. Þannig ef ég er með eitthvað svo belti á þeim, þá er ég á þeim lista. Já. Þú veist, með WBC er með top 40 lista. Þannig að ef ég vinn á WBC belti, þá er það top 40 listanum, sem hjálpa mér ekki neitt. Nei. Þegar þú mátt velja mandatory, eða voluntary defense, skilur við, þú ert champion, þú mátt velja kannski, þú mátt velja 1-15 gæja til að berjast móti, skilur við, fyrir World Championship. Þannig að ef ég er á þeim lista, þá get ég verið pikkaðir. Já, þessi gæja easy defense, bara, psych, þú veist. Það var eins og Andy Ruiz var á top 15, hann var rannkað 13 eða eitthvað á þessu lista, þegar hann var valinn fyrir Joshua, sko. Og svo bara, Já, einmitt vann hann, skilur við, hann var top dog, þú veist. Ok, þannig að það var alltaf geggja að koma. Já, þannig að það er svolítið svona, ég held að það sé líklegasta planið, sko. Svo er eitthvað annað bak við tjöldin, eitthvað dót, þannig að, þú veist, það má ekki alveg segja frá, alveg, þú veist, það er svo stórt að segja frá strax. Já, en það er svona Hollywood. Já, eitthvað svona þannig, skilur. Þannig að, þú veist, sjáum bara hvernig það þróast. Það er spennandi, en það er alveg búið að bjóða þér helling sem þú komst heim. Ég man bara, þú veist, við varum bara nýlendir og þá var bara eitthvað svona, hey, viltu berjast núna á laugardaginn? Já, það var bara daginn eftir, sko. Ég var búið, þú veit að, misheyrði mig greinilega, sko. Það er ekki, ég er búið að berjast í Ástralíu. Ástralíu? Já, með viku fyrir honum, sko. Ég held að þú hefði bara mismælt þig frekar en ég hefði mismælt. Já, þú hugsaði bara, Austurríki. Já, ég hugsaði það, þú sagði þér það. Já, ég sagði Ástralíu, en þú veist, skilur Ástralíu og Austurríki, þú veist, svona. Já, ok, já, þú fyrirgefur mér það. Já, ég fyrirgefur það, þú veist, þetta er bara miskilíkur, sko. Þú veist mikið fucking tipp. Já, það var búið að berjast í Ástralíu, búið að berjast í 2 bardaga í Þýskalandi, en þetta er allt bara, þú veist, 6 vikur max fyrirværi, sko. Já. Þú veist, það er svona, þú veist, ég sagði bara að ég ætla ekki að berjast sumar aftur. Og ég vil ekki æfa fyrir bardaga aftur í sumar. Þú veist, ég vil ekki byrja að kampa í sumar aftur, heldur. Nei, er ekki bara, þetta er náttúrulega djöfis álag, þú veist, þannig að segja. Já, þú veist, það meira bara svona, þú veist, þú nenni ekki að kommitta í svo mikið, þegar þú veist, skilur maður ekki gera neitt, þú veist, þú hefur ekki fókusin í að gera neitt annað nema þetta þegar þú ert að æfa fyrir bardaga. Þú veist, þetta er svona, þú veist, ég er ekki að byrja að horfa nýja seríu sjálfur í sjónvarpinu en eitt svona, ég bara, við erum ekki að fókusin í það, þú veist. Þú ert bara að æfa fyrir bardaga og það er svolítið eina sem þú ert að gera. Þú veist, svolítið svona, bara heima og bara svona, já, hvað vilt þú horfa á, þú veist, skilur við. Ég skil. Þannig að þú þarf að leifa konunni þinn að stjórna eins meira þú ert í kampi og þú getur það ekki alveg. Það horfum við bara sem hún vil horfa á, skilur við. Þannig að hvað mann horfa á marga seríur af Love Island? Love Island? Það er ekki neina. Hvað er konunni að velja fyrir því svona? Nei, við horfum bara eitthvað saman, skilur við, þú veist, eitthvað. Já, mig grunnar það. Law and Order og eitthvað Ray Donovan og eitthvað svona dæmi, þú veist. Law and Order. Við horfum á alla seríurnar Law and Order. Við erum bara að horfa á alla seríurnar Law and Order Special Victims Unit saman, sko. Það er geggjað. Það er 25 seríur eða eitthvað. Ice-T, geggjaður. Já. Jeez. Hvað, varst þú með þeim að horfa það? Já, klikkað. Ég myndi aldrei horfa á 25 seríur af Law and Order. Já, þetta er það yfir, þú veist, 15 ári eitthvað, skilur við. Já. Ég myndi bara, þú veist, saman hvers mikið ég var að kampa hér. Já, það er svolítið skrítið, þetta er svona, þú veist, að bara með, þú veist, Blazon heima, hún er bara ótengd að ég bara, ég hef ekki, þú veist, hef bara ekki mental fókusin í að kommitta í að spila töluleiki eða byrja nýri seríu eða eitthvað, þú veist.
Þannig að kannski Law & Order svona fínt svona, ef þú missar einu fætti og svona, Já, eitthvað svona skilur. Já, ég skil. Ég er bara, þú veist, einmanna heima í Space Marine eitthvað, Kolur, hvað Space Marine? Æ, ég má tengja tölum. Já, ótengt. Hundleðilegt maður. Þú byrjar að vera búin að tengja það? Nei, ekki búin að tengja það. Hvað, ég skil hvað það að gera í þessa viku. Transitiona úr því að vera að fætkappa, sko. Þannig að ég bara byrjaði eitthvað að horfa á eitthvað seríu síðan inni. Já, ég get sagt þér rosalega góða transition rútínu. Finna power-kabalinn af tengjan. Haldi í misnúra, hann fer aftan töluna. Kveikir svo á sjónvarpinu. Hvað ertu bara búin að vera heima á nærbúsunum síðan þú vannst beltið, bara að horfa á sjónvarpið og chilla bara? Já, vera bara eitthvað að stúsast, skilur, eitthvað svona, eitthvað sem maður, þú veist, setja til hliðar, skilur. Þú veist, það fullt dótið samlast upp og svona, já, þú veist, það sína þessu, skilur. Já. En hvernig svo hérna, ég ætla að spyrja það áðan, já, aðeins með tilbúið. Þú sagðir, hvað, þeir var búið að berjast við Huey Fury. Já. Er það eitthvað litlibróður eða frændi? Það er frændi þessum. Hann barðist, hann tapaði fyrir Joseph Parker. Þegar Joe var heimsmeistari, WBO, þá barðist hann við Huey Fury á Englandi titilinn, varði titilinn móti honum, sko. Og vann hann. Já. Hann er, þú veist, hann er alltaf lægt, þú veist. Hann er alltaf lægt. Hann er alltaf lægt, þú veist. Þú veist, þið upp á tippið því sem hann vann satt á Champions-dildina. Nei, þú veist, hann er alltaf, þú veist, það er ekki fyrsturinn sem hefur búið að berast við hann, sko. Nei, ok. Það var eitt að búið að berast við hann í Monaco. Já. Og það var alveg, þú veist, ég man ekki hvað, það var 70.000 eurur eða eitthvað svoleiðis. Já. Og það féll niður bara rétt fyrir og svo var hann veikur og bardaði var ekki, hvað sem er. Já. Það er einhver ár síðan, sko. Fyrir 70.000 eurur? Já. Það er ekki spinningur? Já, minna þá, þú veist, skilur, evra var ekki, minni þá, sko. Já, ekki eftir þær. En það var alltaf læg, skilur. Já. Ertu svona eins og listamaður sem er eitthvað svona, þú veist, ef þú fær borgað x mikið fyrir málverk, að þá myndur aldrei selja annað málverk fyrir minni pening? Ertu svona, ef þú fær borgað x mikið fyrir bardaga, þá vildu aldrei fá minna borgað fyrir næsta? Já, þetta er svona, þú veist, skilur, þú veist, markasvirði hjá mér núna er örugglega 50.000 minimum. Já, 50.000 eurur. Það er örugglega, þú veist, svo markasvirði mín, svona bara market valueið mitt fyrir bardaga, sko. Já. Svona cirka, skilur, pluss mínus 10 kannski. Já. En svo er það bara, ef það ekki gæjar sem eru bara top 25 eða eitthvað, þá bara, þú veist, ekki að gera það fyrir $1 million. Ekki að gera það fyrir Kongopenning, sko. Þú veist, það voru meira. Já, ekki fyrir Kongopenning. Ég held að Kongopenningur var í ágætur. Hann er góður með Kongo, skilur þú? Ekki góður með að við erum að berast í gæðum top 25 eða eitthvað. Nei. Þannig að þú veit að, sko, það er með svona skipulegan bardaga í Kongo í februar. Sko, ég er með anstæðing, ekki staðfest hann á boxrök, en þú veist, svona, já, viltu henni ekki? Já, flott. Já. En ég er með event-samning við Kongo. Já, það er ekki búið að bjóða anstæðing? Jú, það er búið að bjóða anstæðing, en er ekki búið að skönda samning. Nei, það er bara eventinn sjálfur. Já, og það er búið að bjóða þér anstæðing og þú er búin að segja já. Breaking news. Já, það er alveg bara mjög átt síðan. Nei, Kolli, þegiðu. Breaking news. Það var alveg í mars eða í apríl eða eitthvað. Ég er búin að spyrja svona 1800 Ég er búin að segja, alltaf búin að segja, ég sendi held ekki að líka, sko. Nei. Jú. Nei. Getur þú talað með hann gæja? Hvað byrjuð það? Gæðin sem er á boðið, við þau. Já. Ég finnir bara hvað heitir. Það er ég kannski búin að blokka þig á Instagram? Já, þú allavega hérna, þú kíkir á þetta meðan ég og Biggi erum skemmtilegir á meðan. Já. En á meðan Kolli leitar á aðsöngunum sínum í Kongo, það er fínt að minna á að þátturinn er líka í boði Unbroken, Real Time Recovery, frjálsfljóðandi aminosyður unnar úr norskum laxi. Þeir sem æfa mikið og æfa hart ættu ekki hika við að prófa Unbroken, enda algjör snilda bara í alla staði. Hámarkaðu svo árangurinn með og velja með yngling fæðbótavörum, Shilajit, náttúrulega sterabústrar og sveppablöndur. Vara mánaðarins er að ég held pottet kraftur sem er eini íslenski sterabústarinn. Þetta leiðir alltaf betri svefn, minni heilaþoku, sterkara ónæmiskerfi og bara betri almenni veljan. Ekki gleyma afsláttukóðunum, þú fær 15% afslátt með kóðunum 15 lotan við checkout á yngling.is. Ertu með þetta, Kolli? Já, hann heitir John Cantrell. Hann er rankað 83 heiminum, er 13-0 með 12 rótök. Ok. John Cantrell. Cantrell með sé. Cantrell.
Control. Já, þetta John Control. Cantrell. Þetta er hérna, já, með tveimur ellum. Já. Einmitt. Byrju, hvítu gæði í Kongo? John Remote Cantrell. Það er geðveitt nickname. Já, byrju, ok. En 1.88, þú veist, Þetta er alveg gæði. Byrju, 13-0. 13. Já. Þetta er konguanstæðingurinn sem ég har sagt að veri. Já, hann er hérna, já, einmitt. Ok, Alias. En þið langar að berjast einu sinni áður. Já, en það er bara að færa Kongo allir í júni, ástæður. Nú. Af hverju Ekki er enginn búinn að láta okkur Já, vita. nákvæmlega, ég er búin að segja þetta svo 18.000 sinnum. Nei, það var bara gert, þú veist, bara í vikunni. Já, breaking news. Minna í vikunni, það er breaking news. Breaking news, það var að færa Sko, Kongo. Þeir sendu mér sko að einhver fótboltdómari sem var að ræna hús hérna, sem, þú veist, að þegar alltaf yrtur bannar þetta í Norður-Kongo og eitthvað, þetta er FIFA-dómari og hann var að brjóta sér í hús og ræna og eitthvað og þeir náðu honum og brenda hann lifandi. Já, Það er svo góð og stemning í það er Kongo. það var fréttin bara, fótboltdómari brendur lifandi og það er bara, þeir ætlum að færa þetta event með þetta róast og Bandaríkin eitthvað þetta blanda sér í það, Rwanda búið að ráðast inn í Kongo og Bandaríkin að blanda sér í það og þú veist hérna friði þetta eitthvað svona og þeir eru bara, með þetta er allt svo í rugli það ætlum að færa þetta alltaf í júni sem er samt alveg svona, er að fara í júni til Afríku þú veist, það er ekki bara 50 stug hitti eða? Er ekki, virka ekki ástöðin eitthvað öðru sig þarna í Afríku? Akkur horfa allir á mig. Er þú ekki alltaf í Afríku? Veist þú vera svo mikið með svo mikið Jungle Book í Jungle Fever eitthvað? Jungle Book Ég er endur ekki hugmyndið það, sko. Ég held það. Allan var þetta þannig í Tælandi að þú veist að það er alveg svona pínu sumar í februar og það er Er þetta ekki bara svona öfugt netti. í hinu hemisfýrinu einhvern veginn, þú veist, Já. eins og, þú veist, Ástralía sem er einhverstað lengst hinum meginn og þá er bara, þú veist, vetur summánuðin okkar. En það ekki? Jú, ég held Er ekki að eitthvað sé jú. ég bara, Jungle Boogie. Ok, þannig að kannski bara betra að færa þetta yfir í júni. ég er bara ekki hugmynd sko. Hefur ekkert áhugjur af þessari bara, þú veist, þessum aðstæðum að vera að fara bara til Kongo í eitthvað rugl? Þetta er svona, þú veist, það var bara í höfuborginni er á hótelinu, fer niður á leikvang fyrir áttur upp á hótel þú veist, ég er ekkert að fara að skoða Kongo sko. þú veist, En þú veist, hverju munu mæta á þetta? Bara, þú veist, mun fólk vera að mæta alls staðar á heiminum? Og... já, þú veist, það eru fullt af boksurum sem er búið að fá til þess að taka þátt í þessu sko. Þannig að ég held það, skilur þú veist, svo kemur maður bara ljós þetta er bara svona maybe dót En þetta er sem sagt 50 ára afmæli Rumble in the Jungle Ali á móti forma. já, ég held að sé samt ekki á hreinu tölu sko, ég held að sé þú veist, Ná, ok. þú veist, þetta er ekki akkur 50 ári, ég vil segja, þú veist, 56 ári eða eitthvað, þú veist, Ok. eða eitthvað, ég manna ekki En það er svona ástæðan fyrir þetta er haldið í Kongo. já, þetta er sem sagt fórseti hérna, fórseti Kongo núna sonur fórsetisráðherra Mbudu eitthvað, sem hélt Rumble in Jungle Já. já, það er tengingin sko þannig að þetta er Jungle Rumble eitthvað, nei Rumble Jungle eitthvað. It's the Rumble Jungle. Ja, þetta heitir öfugt skilur Já. þú veist, já, Svissunar Rorum Okay. The Jungle in the Rumble. Er það Já. Jungle in the Rumble? Rumble and Jungle Jungle Rumble Jungle Rumble. þetta heitir Jungle Rumble Til í það. Ok. Herri, Google segir þessi 28 gráðu hiti í Kongo í júni. ok, Það er alltaf. það er bara svo Það er bara eins og Núrberg. eins og Núrberg Já, bara svona. það eru lóttastík samt vonandi Já. Einmitt. þarna. Já, hvernig var það svona, þú veist, að vera þarna úti í þessum hita? Ég hugsa alveg svona, þú veist, Kolli má ekkert vera eitthvað úti í göngutúr núna. Fattar, hann þarf að vera að spara sig fyrir kvöldin. Þú veist, Við þurftu ekki fórum alveg að líka passa út sko Já, en ég var, veist, ég var að passa verið í sólinni þú veist, já. alltaf mikið en það var sko aðalega bara hérna, þeir eru til sett einhverju öfulu hótel og svo hann bara, ég valdi bara eitthvað Já. Eitthvað svona. Kjafta. svo voru ég að pæla í þessu svona, en það eru 2 Afrikumenn sem eru anstæðingar þeir eru ekki á mínu hóteli hvað eru þeir? þeir eru okkur fínu hóteli sko Aha. svona, já Já, ok. þannig að þetta var ekkert eitthvað, ó ég völdu bara, ég bara svona, nei, þú valdir þetta viljandi Þeir völdu bara eitthvað viljandi einhverja skítahólu. já, Já. en ég fekk bara fínt herbyggi, herbyggi Já. mitt var bara fínt Ok. En fannst þeir að vera svolítið svona að reyna að svona stríða þér eitthvað, þú veist, eins og það var ógeðslega heitt í herberginu þínu fyrir þig. búnusherbyggi mitt var inn í kjallara, lengst inn í kjallara Einmitt. og hlýra þvottáhúsu Já. þannig að það var ógeðslega heitt en ég, veist, maður var ekkert að pæla í þessu Daði tók eftir þessu, hann var alveg, djúðlega heitt inni, maður.
það teiprúluna bráðnu því að hann var að veiða mig sko. Það er og hann er bara, ég var að skipta teiprúluna límið þessu bara ónýtt ótrúlega. þú veist, þetta er svona, já, ok, það var úslega heitt Heldur það ekki verið jafn heitt inni hjá það, Mike? Arnór sagði, Arnór fór að skoða fór að horfa á því að var að vefja hann sko. Þetta er svona, þú veist, að horfa á skilur og hann sagði það bara næs hann sagði, það var ekki, hann labbaði eitthvað lengst til að finna það sko og það var ekki svona heitt þar Heldur það hafi verið alveg viljandi hjá þeim? Já, Bara hendum ég- kóla í einhverju heita kompu ég held að þetta var allt viljandi þú veist, allt eitthvað, þú veist, til þess að fokkja manni sko. Já, mér fannst skrítið sko þegar við vorum að tala um sko að límið það bara bránaði af og eitthvað. Já, Ekki séns að það hefði verið svona hjá Mæklinins. nei, ekki séns sko. Ekki séns. Þeir eru örugglega með viftur og allt, þú veist, Já. allt í ordinata sko. Já. Þeir voru að reyna að fokka í manni sko, og svo dómarinn þetta með honum með liði líka og þetta var allt svona Já, hjálpaði honum á fætur. hjálpa svona honum á eftir sjöttu fætur lótuna. þú veist, það er svona spurning hvort hann hefði komið sjálfur á fætur sko. Já. og það er sklappaði fyrir fótum í hóndin sitt sko. Já. Þú veist, það var alveg búin á þau sko. Hefði hann mátt það? Af því það var ekki svona saved by the bell regla sko. Nei, en lótaði búin hann sko. Já. og ég stóð upp við hóndin mitt og Já, hann var rifin upp á dómarunum Já. þú veist, labbaði yfir og datt í hóndin sitt aftur, skilur. Já, já. Svona, já. og ég held ekki áfram Litli ræfillinn maður. En svona alltaf hérna en það gerðu belti að handa Mike Lennis eftir þetta. já, Champion of our hearts. Já, hann Ég- fekk svona ég participation er trophy. maður vill ekki alveg vera að hrauna yfir ef ekki gæjar sko. Þetta Nei. er svona næst gæjar þetta er svona þetta er vestu svona sáraverðin sem getur hengi held ég sko. Já, það var bara búið að hérna, gera svona heimagert belti bara úr einhverju svona bara einhverju tinfoil og eitthvað svona búa til fallið belti í handunum svona. Ég bara freka bara þú veist, frekar ekki tala um mig sko. Það var svona einhver föndur tími í leikskólanum Já, og gegja. Þetta finnast það vídeo sem ég sé sko, þetta kom á Instagram og svo standa á allar með svona stjörnuljós stjörniljós eitthvað í gymminu með svona heimagert belti eitthvað. You're the champion of our hearts. Sorry, ég bara, það er eitthvað svona hlakkaði í mér eitthvað svona kvikindi svona þegar ég sá þetta. Já, svona, þú veist, maður vill ekki vera ofleiðilegur, sko, ég ætla, þú veist, svona eins og, þetta er fyndið, að við áttum svona, við hittust eftir bardagan, Já. því ég var fyrir styrtu, og ég var bara, fá, ég er með sjampó. Strákar eru með sjampó, og Michael er svo, herri, já, ég er með sjampó, hérna, eitthvað, tekur beltið mitt og sjampóið mitt. Já, menn hann getur bara prísið sér sælan, skilur, þá ætlar að fá mér meira frá hann. Já, þú veist, skilur, allir sögðu þetta væri óslega næskuður, skilur. Já, já. Þú veist. Hann virkaði mjög eins og voða næst. Já, já, þú veist, já, þannig að það er ekkert eitthvað, skilur, svo er það bara að þú fætar, þú veist, þá er þetta bara annað. Já, Þú veist, það er svona inn í hringnum er þetta ekki miskun þreng, nei. en skilur við utan hringina bara, þú veist, Já, bara eitthvað gaur, þú veist, maður er ekkert eitthvað, þú veist, ekkert að móti honum, sko. Nei, sjálfsagt ekki. En hvernig fannst þér hérna walkout line hans, þegar þú var að kalla þig inn í ringin Þetta og svo var bara einhver hljómsveit og sem var ekki að spila, voru ekki að spila? Jú. nei, Gíta var, þú veist, á þú heyrði ekki trommundur undir, það var ekki Já. tromma upp í hring, Nei, var það ekki bara eitthvað trommutrakk og svo voru þeir að spila yfir? eða ég held ekki, sko. Nei, heldur þið það bara Ég held að það var bara trakk Já. og hún var að syngja, sérst, og söngur Já. alveg, sko, Já. en ég held að það var trakk, þeir eru bara verið eitthvað fyrir sjó, sko. Já. Voru snúrur frá gítarunum? Ég var er bara bara, ekkert sko, að þegar spá þú Ég held segir nefnilega það, ekki, sko. Nei, við Það voru- já. þurfum að run the tape, sko. Já. Ég held Þeir- nefnilega ekki, sko. Ég held að það, já, og kannski Það var er smá rosa. svona Eurovision stemning í Já, þetta var svolítið júrastömming. Vá, það er ekkert eðlilega vandræðilegt, sko, ef það var ekki... Og spiluðu allt lagið, þetta var lag um hann, sko. Já. Michael, já. Já, varst þú bara, hvað er aðeins? Já, bara alltaf ekki að koma, þú veit að langt lag maður. Svo allir þjóðsöngi, já, hann fekk einhverja 2 þjóðsönga og... Já, eða því að hann er hálfur bandarskur. Já, Þá var það eitthvað. já, einmitt. Ert þú ekki bara með eitthvað fleiri þjóðabrótið sem getur byrjað að representa svona Nei, ég er bara íslingur maður. Já. Og fengum að gegja eitthvað til að syngja þetta þjóðsöngin. Já, hann ekki bara söng þjóðsöngi fyrir allan peningin, sko. Shit, sko, bara shout out á hann, sko. Já, það getur hann Hjörvar. Nei, Hrólfur Sæmundsson. Já. Óperusöngvari í Þýsklandi, Já. á þýsku. Já. Þvílíkur, fyrir Voru- sjárat, sko. Já. Hefur hann ferðast einhverja vegalind? Hann var ekki frá, eða þú veist, hann bjóð Nei, ekki í Nürnberg. hann var með sýningu á sundinum í Akstursfjarlægt Já, frá, eða skilur, hann keyrði bara, þú veist, Já. og svo keyrði, þú veist.
hann var að segja mig það, sko. Já. Þannig að það var líka ekki að, þú veist. Hann bara sambandið þig þegar hann frétti að vera að fara að keppa. Hann búin að senda mér, þú veist, bara fight fan, skilur, og bara senda mér bara, já, látum við þetta út í Þýskalandi og eitthvað svona. Svo sendi ég hann bara, því ég var komið bara í Þýskalandi, ég verið að berjast þarna. Og hann bara, já, geðveikt, ég kem. Þú veist, svo hann bara, ég að syngja þjóðsönga, ég vann að rukka fyrir það, en ég get gera fyrir þig, gera það bara, þú veist, að þetta er fyrsta sinn, eitthvað svona. Þannig að ég bara, veist, leta hann hafa miða, skilur. Og bara, hann bjóða þessum mörgum og vilt, skilur, þú veist, ef það komast, skilur, þannig að það var bara geðt. Það var geðt bara fekk alveg svo húfald svo, bara let's go, sko. Hann líka bara, hann setti bara líkam og sál í söngin, sko. Það var geðveikt, sko. Það er bara, tvíld sett hans á kortið, allan hjá mér. Já, bardaðakortið. Það var geðveikt, sko. Það var bara svona, ef það bardaði heima, bara fljúlum heim. Já, nálega, bara, alltaf. Ef ég var berjast myndi ég myndi fara yfir listan af öllum löndum sem ég er frá og ég bara ætla að fá ítalska, bandaríska, breska, danska og enda á íslenska. Er það þú eða? Það er ég. Ertu með ítalska líka? Er það ekki bara vegabréfið eða? Sem að telur. Ég er með bandarískt vegabréf sko og íslenskt. En svo má ég heita sko Bel-Air. Máttu heita það? Já. Blair? Bel-Air. Bel-Air? Já. Bel-Air. Bel-Air. Eins og prinsinn. Fresh Prince. Mamma mín er Bel-Air sko og það var ekkert eðlilega mikið vesen alltaf bara, hvað heitir þú bara? Linda María Bel-Air og fólk bara, hvernig skrifum maður það? Ég veit ekki hversu oft þetta var stafað í síma á heimilinu sko, bara ekki sætla minningar. En ég er með nokkur nöfn sem ég má velja úr af því að ég er svo mikið allra þjóðarkvingindi. Ég má líka vera Norris. Norris? Eins og Chuck. Chuck Norris, það. Jón Norris alltaf í gallabuxum með svona auka patting í klóðinu. Það er við súkdansarnir þurfum svo leiðis. En ég ætla aftur að kolla og hættum nú að tala núna. Nei, ég vil fá smá. Svona, förum aðeins gegn ferðarsöguna. Hvernig var svona flugið út? Flugið út? Það er nú meira ævintýri ég vaknaði bara og fekk mér hérna vítaminsterefni og fór bara upp á völl. Svo kom ég í véla og veist, allt í lagi, fórum í loftið, svo var ég bara, djúvöldum, heitt, bara svittan, bara að leka með svitin, alveg bara dropa af mig, fuck maður, ég er að skýta, ég var strax að drulla ykkur í burtu, fara í klostið, og Arnór fór til vinstri og Daði labba bara átt að klostinu, labba út gangin og ég stóð þarna upp og Arnór fór bara sett aftur, stóð ég þarna, og svo, næst sem ég veit, þá er ég að dreyma og ég heyri bara, Kolli minn vill ekki vakna. Og fekk ég bara blóðsýsufall og leiði yfir mig og faceplantaði bara á ganginu, bara búm. Bara í miðri flugvél? Í miðri flugvél. Bara klukktíma, loftur klukktíma. Já. Daði labba undan, svo heyri Daði bara eins og fluginu væri að brotna eitthvað. Svo leið bara, það er eitthvað í gólfinu. Þetta er Kolli, þá lá ég með opin augun og hann bara, fuck, ok. Fór bara, svo er bara, Kolli minn, vill ekki vakna, Kolli. Ég með leiði þess að ég var bara að dreyma. Leiði þess að ég var bara sofandi og var bara að dreyma bara eitthvað tíma. Wow. Var fólk ekkert að fríka út í kringu? Ég get ímyndað mér að svona stór maður eins og þú myndi dett inn í flugvél að bara það myndi bara allt hristast. Já, það hristast. Daði sagði að allir sem voru að vinna þetta voru bara fuck. Hann var bara, já, ok, þetta er bara þetta. Okay. Og stóð rólur og bara, ertu læknir? Bara, nei, ég er þjálfarinn hans. Ég bara, hann var stóð rólur og allir voru bara svona róðust að hann var svo rólur. Skilur, það voru til að panika, sko. Þannig að svo settist ég upp að það, ég bara settist upp og bara hlæja, hvað gerðist en ég fekk fría pítsu, það sem leggur ás til að fá... Möntu núna feika það að feinta það í hverju fínt að borða í flugvél, það sem leggur ás til að fá fínt að borða það, maður. En hafði þetta ekkert áhrif á svona hausinn á þér, leiðin í hennar stærsta bardaga lífsins að vera að feinta og var ekkert eitthvað svona, var í hugsunum að bara hætta þetta allt ekkert að posta Nei, já, það er ekkert. Þetta hefur, sko, það hefur komið fyrir svo sem ég er sáður. Síðast afmyndubardaga minn, þá að við búið að berjast milli jól og nýjás í Danmörku móti hérna, sem gæði sem núna 40, sem er örfmyndur, Kem Lundqvist og leiðin út þá hérna, morgunin fekk mér eitthvað prótein sem ég fekk gefið, sem villi gaf mér eitthvað sem turns out var útrúlega fyrir sko 8 mánuðum síðan eða eitthvað
og ég fekk bara í maðan, ég var bara veikur í flugulni af þessu og ég satt við ganginn og svo vaknaði ég við það, ég lá yfir og var að vekja mig þegar bara, þú veist, þá var ég bara grænt í framan og bara leiði yfir mig, bara yfir ganginn sérst í beltinu og eitthvað, þú veist, þannig að svona og það var þetta fyrir, það var afhættu bardaði flugut á föstudegi og ég bara, ok, ég segi einhver frá þessu ef ég tapa það, svo fær enginn að vita ever og svo var ég þú veist, eitthvað sínum ekki mið þarna úti og ég bara svim allan daginn, ég bara, þú veist, svo í bardaðanum þá bara, þú veist, fætina mig voru ekki virka en ég barðan bara, þú veist örfitur líka, við labda bara labba niður og labdan, skilur og það var bara, já, ok þetta kom fyrir núna, það bara, já, þetta kom fyrir áður og það worked out fine, skilur Já. Þú veist, og svo tókum við fórum að labba bara miðvikudaginn þarna úti og fimmtudaginn tókum við, þú veist, activation morguninn og svo skugubox og okkur kvöldið og þá var dagið bara, já, bara góður bara þú veist, já, ég er bara góður fyndi að tala í konuna mín alltaf á svona FaceTime Já. og ég með sár á nefinu sko, með sár á nefinu og enninu og eitthvað, hvað gerist? Ég klóraði mig ekki að svefni eða eitthvað ég veit að segja henni heldur, veist, hann eitthvað, hún á panik eitthvað, shit, eitthvað heima Já, það óþarfi já, Þú ert með eitthvað svona, já ég klóraði mig, ég labba á skáp já, þetta er svona að þú veist, skilu, ef maður hefði, skilu, segjum bara að versta eitthvað komið fyrir maður tapað, þú veist, það er bara it's a secret, skilur Já En bara ef það er afsökun, þá áttu bara ekki keppa, skilur Nei það er svona, já, ég tap út af þessu ég er bara, okkur varst að keppa Já, þú veist nákvæmlega, þá getur maður bara sleppt því já, áttu að sleppa að keppa ef það var með fyrirfram afsökun, áttu að sleppa því 100% Þú er sammála því Það var svaka ferðalag hjá okkur, svo frétti að það hefði verið einhver uppákomi í bílnum líka á leiðinni frá flugvellinum. Í Tín Nürnberg. Já. Ég var alveg fókt að á því, ég var svoandi áttur í. Strákan til að segja að bílstjóri hefur að gera, svo bara, bíllinn bara, og þeir bara, fuck, og ég bara, I have to stop. Þannig fórum bara ekki reststopp og voru það eitthvað kortir eða eitthvað, þú veist. Síðan að gæðin sopnaði. Hann sopnaði bílum, hann var stressaði fyrir að koma hérna tíma. Hann vaknaði 5 morguninn eða eitthvað, hann keyrði upp á flugvöll og kom upp á flugvöll, þú veist, 3 tíma ári við lentum. What? Til þess að vera bara viss að vera rétt geiti og allt, sko, þetta er ísa flugvöllur. Hann bara stressaði yfir því að hann bara vaknaði sér 5 morguninn og svo var hann að keyra heim, þú veist, hvað, 10 tíma setna eitthvað, skilur það var ógeðslega mikil umferð og eitthvað, þú veist svona. Og hann bara, já, hann sofnaði hérna í stýri þannig að það hefur verið eitthvað líka að maður ég svo hann aftur í og svo bara klest á eitthvað Shit. Og svo náttúrulega bara á leiðin tilbaka að þá eru þið svo ógeðslega seinir á ferð þeir bara rétt náið inn í flug já, sem var, sko, Pési og þeir tóku leigubíl og svo 2 sem voru með þessi sem var ekki pláss í bílu tóku leigubíl á sama tíma þeir eru konar klukkutíma undan okkur klukkutíma undan? Já og við vorum bara, hvað er að pæla maður en þá var einmitt verðið þess að þú tókst örskrömminu heim af því að við náðum ekki tjekkan inn og þeir eru brjálaðir í bílum þannig að bara, þið verður redd töskurinn þið verður að senda hana eitthvað og hann öskra okkur ég get það ekki gert eitthvað ég bara talaði við Markus já, eitthvað þau eru guður róðaðið, þú ert seinna ekki ég, sko En sem betur fyrir fengum við að bera þessa indíslega tösku ég hringdi í þig eða bara leið, ef skilur þetta að þeir sendu ég sendi ekki töskuna we will try, ... don't worry, bara hvað meirir þau? Þetta er bara eins worrying skilabóð ekki þegar fengið, sko þá bara, náttúrulega ekki, þetta er ekki töskuna mína Já, sjálfsögðu sagði ég Já sem að, en það var eiginlega bara að ég held að ég var að fara að bera beltið heim sko. Já, ég tók við það hallfæringur, skilur Já, motherfucker maður, það var bara óhreinna nærbuxur og eitthvað Já, 1/3 buxuna mínum Já, þú var að fara 3 buxur, hvað var það? Já, bara, þessi 3 joggibuxur, skilur Já, bara 3 liti, þú veist, sem var róturar eins og maður gerir Já, byggi tingi kannski við það, ég veit ekki Það er klíka Sko En það er rauninni samt svo mikið sem er búið að gerast í ferluninu sem við komst síðast. Já. Sko, þú komst síðast til okkar bara fyrir... 5 bardagar síðan ég bara kom síðast.
Já, komst ekki Ég fyrir var fyrsta Mika sem að varð Krolenko. Nei, ég kom áður í fóttur Austuríkis. Já, mótið þarna Bassett. Já, Já. fyrir þann bardag kom ég, það var fyrst sem ég kom. Já. Og það eru þá 5 núna með Bassett. 5 bardag, já. Allir gáðust upp. Nei, Já, hann gafst upp bara inn í miður hringnum, skilur. Hanglaðinu var kastað inn. Já. Af því að hann var bara og gefa svona hljóð frá sér og hotnið hans bara þannig að hann gafst upp líka, skilur við. En þá er þetta svona 4 núna sem hafa bara neitað að koma út í næstu lót. Gefist upp í hotninu bara. Það er bara no mass. Já. Verður maður þreyttur á þessu, myndur vilja fá 5. no massið? Það var líka ekki að Lomachenko 84 Já. Nómasiröð, þannig að ef ég á 5 Já. það er ekki ekki, sko. Já, þá væri þetta orðið svona, þá getur maður að fara yfir rekordu og bara, af hverju gefast allir bara upp? Já, þetta er svona, það hlýtur að sökka að vera votumver. Það er eina sem ég fæ út úr þessu, skilur. Þetta er rauninni 5 sem gefast upp, sko. Ég rótaði ekki Bassett, það gafst upp, sko. Hann bara hætti, þú veist. Þannig er rauninni 5 í röð sem bara gefast upp. Já. En er þetta ekki svona anti-climax? Jú, það er það, þú veist, þú rótar ekki, það er bara, yes, bara, þetta er smá svona, þú veist, það er hotninu upp að byrja lótuna, ok, þetta er búið. Já. Það verður svona, þú veist. Heldur þú að vera svona næsta einhver fyrir inn í 8. lótu og er ekki búin að gefast upp og þá er þú bara, heyrðu, hvað gerst? Já, þú veist, ef þú veist, því slóa niður, ef ég rótaði þar, það hefur miklu meira climax, þú veist, svona finish, skilur við. En þetta er svolítið anti-climatic, þú veist, að þeir eru bara, þú veist, já, ok, lóðurinn byrjuð og, nei, þetta er, ok, aftur. Come on. Þetta er ekki svona moment eitthvað svona, wow, það er meira svona, er þetta búið? Býttu, hann er að flöta, hann er að Það er svona, ok. Þú veist. En, þú veist, það er bara að kolla það, sko. Þú skilur að kolla það lótur undan, bara ef hann hættir ekki núna, skilur, ef hann hættir ekki núna, máttu setja sér næstu lótu. Já. Skilur, svo hætta bara. Já, og náttúrulega dómarinn var búinn að vara við, hann var lengi að standa upp í, þú veist, fyrir sjöttilótuna. Já. Þannig að hann var alveg búinn að, veist, búa að vara við að vera ekki svona lengi. Já, dómarinn, sko, dómarinn sagði mér, já, hann sagði ekki vilja halda áfram. Sagði, þú veist, hann, þú veist, gerði svona, sko. Já. Þú veist, og þeir eru þetta brjálaðir, þetta bara, hann vill halda áfram, hann veit ekki hvað hann vill. Þú veist, þetta var svona, þú veist, þetta fegst tilfinningu, þetta væri ekki hans draumur, skilur. Já. Þú veist, það hann væri að, þú veist, þetta Markus, gæinn hans, þú veist, hann var að lifa sinn draum í gegnum hann smá, sko, bara öfru komið með eitthvað ríðadót, bara ekki klúðra þessu fyrir mig þú veist, þú fekk smá þann tilfinningu á því, sko. Ég veit ekki bara alltof, þú veist, var hann ekki að rusha hann gæja bara alltof mikið, þú veist, Michael Enns var kannski alveg efnilegur, en þú veist, ekki svona efnilegur á þessum tíma. Já, þetta var, þú veist, svo Daði sagði að tala eitthvað við hann, skilur, Daði var eitthvað að reyna, þú veist, hugreist hann, skilur, bara, já, þú veist, hann er bara búið með 8 bardaga, skilur, og eitthvað svo bara, já, hann er með marga amötubardaga, hann skilur ekki leikinn, skilur, respektar ekki professional gameið, þú veist. Já. Það er svolítið svona, þú veist, þú verður að respekta gameið. Já, 100%. Skilur, ég hef með 8 ról 2016, sko. Skilur, 2017, skilur, það er mörg ár síðan, þú veist, þannig að, skilur, respect the game, sko. Já, sko, ég með félaga sem að var að taka leigubíl og leigubílstjórinn hafði mikla skoðanir á þér. Á mér? Já. Ok. Og að þú væri bara svona ekkert sérstakur bóksari og þú væri bara svolítið að velja rannslæðinga og væri svolítið að cherrypicka og svona. Er eitthvað til í þessari leigubílstjórn? Sko, þegar maður er svolítið búin að redda þessu sjálfur, svo sjálfur að redda þessu börnu, hvernig getur cherrypicka? Þetta er bara það sem er í boði, skilur. Það er ekki svo að sé með einhverja peningamaskinu bakum mig, eitthvað, þú veist, eins og Matchroom eða Queensberry og eitthvað, ég vil bara fá gauðra sem eru svona, þessa gauðra, þú veist. Svo ég er bara að taka þessa býst, skilur, það sem er boðið. Já. Þú veist, það er ekki cherrypick, þú veist, það er svona, hvernig, þú veist, þetta er svona. Þú bara færi tilbúð og þú veist, ef maður er að reyna að fjármagna, þú veist, eitthvað sem, skilur, sjálfur, eitthvað sem börnum, fyrir börnum, skilur, svo Krolenko-bardaginn og Bassett, það bara maður fjármagnaði sjálfur, skilur, hvernig er ég að cherrypicka, þú veist. Þessi leigubílstjóri maður bara þessi leigubílstjóri er, þú veist, bara get your facts straight, skilur, ef ég væri á Matchroom og væri við sömu anstæðinga, þá mættir við, sko, hann er ekki alveg að fá, þú veist, það væri annað. En samt er það, þú veist, svo Mika, skilur, ég bara aldrei veist eins og fast in my life, sko. Já, það var kraftur í Mika.
heldur betur svo Samúli það var bara, hann þetta æfingafélaginn hans og hann sagði ykkur að slós Míkan í ennið og hann myndi ekki allan daginn hann bara, dagur bara í sparri sko, sló bara ennið í sparri í headguard-girið og hann myndi ekki daginn ég bara, bara sounds about right skilur, hann hitti mig ekkert clean en hann hitti mig í gardið og hendunar og mér leiði svo, það er bílkyrt á mig sko ok, það er rosalegt hver af þessum síðustu 5 sem við töluðum við síðast, Bassett og Mika og Krolenko, hver var svona erfiðastur og mest krefandi? Krolenko þó hann hafði bara verið flogið inn bara með 24 hann ógeðslega góður sko hann er erfiðast verðaðinn bara by far sko hvað var það sem hann gerði Krolenko svona erfiða? Bara hann adjustaði af öllu sem ég gerði jafnóðum skilur, hann ég gera eitthvað move, þetta virkaði ok, þá var hann bara að loka það var eitthvað svona, bjóti sér á glöfu hitt hann og hann lokaði strax það gerði það bara allar barða þannig að momentum, ég náði einhver momentum í því móti honum bara ekki neinu, hann lokaði bara allt sem ég gerði svona, ok, þú ert góður að boxa eða þú ert að gera það sko þá voru að spila skák svona high level skák, það var svolítið móti honum ég gæti ekkert impósa mig á hann eitt hannig nema þegar hann var þreyttur á það og hann svona, ok, ég seti allt í 50 lútra og svo bara, ok, það er ekkert að virka og ég átti alveg ná eftir hann svona, ok, þið er ekki að fara neitt kannski, leiða hann bara eins og hann væri fara eiga, vera undir þá svona, mér leiði alltaf eins og þú væri samt svona, það komur svona moment þar sem ég var bara svona, býtu, er ég að fara að horfa á eitthvað svona, að mér var stúar á orðinginu wobbly sko, eða svona, það var eitthvað að fara að fjarhunda þér sko, ég man ekki nákvæmlega hvað það var en ég var svona, að koma alltaf svona 1 eða 2 lútur þar sem ég var svona, lítur þetta vel eða illa út fyrir kolla hérna það sem mér varst bara lítið verið að ganga hjá þér sko það er bara óslega góður sett hann bara allt í 50 lútra svo þegar það gekk ekki upp þá bara, það var bara svona, ég kláraði orkunum mína en hann aldrei hætt mótur einum nei og ég bara búið bara eftir mjög góðum görum skilur það er ekki Úkraínum maður er það ekki svona flestir frekar? Það var held ég í sko fullt af gæjum sem verið að bóksa Ísland Heavyweight og eitthvað svona sem hann þekkir, sem hann var að æfa með hann var í álbíliðinu með þeim sko með þeim sko hann svona og ég spurði vinur minn sem er Úkraínumæður út í bara okkur hann er óslega góður, hann er með svona liðt rekord þetta er bara pólitíkin í bóksun í Úkraínu á þeim tíma skilur þið er bara hent fyrir úlfana hvað er fara að bóksa þennan gauð gauð sem er bara seasoned pro eða miklu þjálfara eða eitthvað svona og bara útboksaði og tapar og svo tapar bara nokkur mjög svo er þetta bara orðin þessi gauð sko bara svona journeyman stund í staðin fyrir að fá rétt build up skilur ég skilur það er áhugavert en við aðdáendur þáttarins sendu inn nokkrar góðar spurningar ok, ég er svolítið að ljúga þér sko en það var sendað til okkar sko 5 hvort myndur spurningar sem að allir eru mjög spenntir fyrir því að þú svarir en það sko að langt sem við verið með hvort myndur en sko hvort myndur vilja sko taka við hreinu höggi frá Prime Mike Tyson eða senda óvart dick pic á mömmu andstæðingsins fyrir fætt bæðir er not too bad sko Hvor er þetta slæmt? Hvað senda mínipulsu á mammans eða eða taka hreint högg frá Mike Tyson Þú veist, eitt högg á Mike Tyson eitt hreint högg svona Mike Tyson var ekkert power puncher, one punch power puncher skilur við það er mest í viðskilningur of all time sem það sko þú veist, hann slóði 8 sinnum með eitthvað og síðustu höggið, þú veist, og sláði búm það er Mike Tyson Brian Mike Tyson hann slóði 5 höggur kombo hitti þig 4 sinnum og síðustu höggið og bara smelti þig af því að þú varst ekki í stöðu skilur nú bara leiðir þetta miskilning fyrir your listeners fyrir all my fans sem sendu inn þessar ágættu spurningar sko. En þannig að þetta er bara Mike Tyson miskilningu, það er ekkert vont að vera slegin á honum skilur, hann er ekkert eitthvað super power puncher en hann var volume puncher hann slóði 5 sinnum í röð 5 högg sem hittu og síðustu höggi bara búin að vobla þig og svo búm farið negli í lokin og bara átt nákvæmlega það er svona hann er ekki með mikið one punch
Knockouts. Nei. Þetta er svona, já, fín lýsing á Mike Tyson. Ég upplifa hann líka svona. Já. Svona eins og þú ert að segja. Herru, hvort myndirðu vilja fara sko 12 lotur í hringnum með ekkert munnstykki eða eyða einni nótt með Pétur Búbú á hótelherbyggi þar sem þeir eru herbyggisfélag 12 lótur með ekkert munnstykki. Bara högur það niður og bara högur það niður og það er allt í lagi. Gardið upp. Og gardið upp bara. Og gardið upp maður. Já, sko. Passa bara að fá ekki uppökk. Það er eina sem er vont, skilur. Sko, ég hef eitthvað heyrt tala Pétur Búbú. Hann Jesus, óþólandi gæi maður. Já, sem er þess að pólskist gæin sem að þóttist að meitt sig í hendinni. Þóttist að brotið svo höndina. Já, eftir að þú bara uppercutta hann beint í nefið í fyrstu lútu. Já, og hann uppgöttaði nefið og hann tók svona hljóðskilur í hringnum og byrjaði strax með höndina. Já. Bara gauður, skilur, þetta svo leiddi bara í gegnum líkamannanum eitthvað og sagðist að það brotið svo höndina og var með eitthvað svo tegið svo eitthvað á höndinni viku seinna. Svo hann að kýli púða viku eftir það, heimaðu sér. Bara ég fekk púða jólugjöf. Eitthvað. Bara, ég brotur með hendina. Ég get, þú veist alveg 6 okkur í gifsi, sko. Já. Bara gera aðra hér, sko. Já, það var bara mest að kæmpa. Svo alltaf bara, ég ætla fá rímand sem mitt, bara gauður, við borguðu fullt af peninguna bara það. Bara þegiðu. En hann var bara í mánuði það ekki, hann rassaði bara. Hann sendi bara daginn eftir að ég vann hennar bardaga. Þá sendi hann eitthvað bara að klippa sem hann hitti mig tvisvar í bardaganum, bara að klippa það, bara ég lamdi í World Champion, eitthvað svona. Bara gaur, þú veist. Þá er ég bara, nú ég reportaði harassment, skilur ekki bara að gera áður. Þannig að þú myndir frekar taka 12 lótu bardaga með ekkert minnstykki. Svo getur frekar fangilsi fyrir að skjóta hann, sko. Skilur ok, hérna, hvort myndirðu frekar? Já. Fá tattoo af promoter anstæðingsins á bringuna. Á Markusi. Já, á Markusi, á bringuna. Eða taka walkoutið í hringinn bara í svona hleparða skílu og kúrikastíflum. Það er grjótart. Hvað verður að laga? These boots are made for walking. Þeir taka það alltaf. Þannig að þú tekir hleparða skíluna. Já, alltaf. Þú veit það svona ágætlega, já, auðvitað mest wild sem ég hef svona... Já, það er líka bara veldig gott lag við það bara, það var að, þú veist, við gerum bara svona töff, sko. Hefur hort á Rick and Morty? Já. Og það er eitthvað við þetta sem myndi mig á svona Cowboy Morty. Já, geðu. Sko, hvort myndur frekar? Vinna titilbardaga, en viðurkenna svo óvart seinna, þú veist, þú ert með svona hot mic á þér, og gleymir að þessi kveikt á honum þar sem að þú vinnur titilbardaga en segir svo fyrir framan allan heiminum að þú sem með lítið tippi eða tapa titilbardaga en labba út úr hringnum með $1 million módelsamning. Hvað titilbardaga er að vinna? Bara WBO eða eitthvað. Það segir bara Undisputed World Title. Bara, þá tekið það. Ef ég tek bara Undisputed, segja bara, vinn bara Usyk eða eitthvað. Já, ok. Þá öll beltin. Já, og svo bara. Þá tekið það. Já, svo bara, shit maður, ég er bara svo lítið tippi. Gaman að fá þessi belti. Þetta er bara svona, þú veist, ef maður er búin við sambandi í 15 ára, hvað fokki máli skipta það? Já. Þú veist, það getur rið stórt eða pingu lítið, bara hvað máli skipta það? Já, en það myndi detta af þér, myndi það ekki skipta neina máli? Detta af mér? Já. Jú, herru. Bara, þú veist, þeir er búin title fight á Norðurpólunum, þeir kólunar geðuð mikið í tippið og það bara... Hvað, var kul í tippið? Já, það var bara kul í tippið og allir læknir eru bara, og það er bara, we have to take it off, we have to break it off. Það var hitt. Ég var svo geðuð til þess, sko, en ertu ekkert að móta? Þeir verður ekki komið til þín og bara, hey, Iceberg. Ég er svo óseimetriskur í framann. Það er ekkert, þú veist, þú veist, ég er ekkert í það, ég er ekkert material í það, sko. Nei, en kannski svona nærbjörnslega mótil? Vistu það, þið leist svona vel á... Bara nærbjörnslega hvað? Bara eitthvað, þú veist, svona neðanbeltis, eitthvað svona nærbjörnslega skór. Já, bara fætur eða... Já, bara eitthvað, þú veist, nærbjörnslega skór.is vantar mótil. Nei, ekki þannig, sko. Er enginn að reyna að fá alltaf að leiki einhvern svona auðlýsingum með eitthvað? Ekki það þá. Nei. Mér finnst búið til auðlýsingu fyrir MA-fréttir. Já, mér finnst þú góðu svona KFC-kall.
Já, það ekki? Jú. Ég sammála, Boxmaster. Já, já, shit. Með beltið. Já. Gekkja. Já, eða ekki bara. Jó, ég held að... Pitchum þessu, ekki hérna Helgi í Góu alltaf að hlusta? Getur hann ekki... fyrir ekki með KFC? Hver, fyrir ekki? Helgi í Góu og Góa... Helgi í Góu. Já, Boxmaster. Alltaf að horfa á mig eins og ég sem er svör. Hvað er heitt í Kongo í... Herri, að lokum, hvort mynduru vilja æfa í algjöri svona þögn í 3 mánuði, þú veist, engin símar, ekkert wifi, ekki neitt, skilum eða æfa í svona 24/7 reality show. Ég hef að vera í gimmunstundum bara alveg þögn. Við erum upp með tónlist. Já. En, það er bara eins og að vera á æfingu, þú veist. 3 mánuði sann, sko. Þú veist, við æfum bara ef það var ekki tónlist, bara neitt, það var ekki neitt. Í 3 mánuði? Bara í ykkur mánuði, já. Svo bara svona fyrir barndam, já, þessu tónlist. Það er núna bara skiptið væpmáli. Þú veist. Og nú takk ég það frekar. Já, þú veist. Það er bara eins og, skilur, þú verður að koma nýja spurninga því að þetta er svona, þú veist, ef við gerum þetta, skilur. Já. Já, ok, þú veist, velur það bara. Ég ætlaði svona að fara að pitcha því að við myndum fylgja þér eftir svona 24/7 fyrir næsta fætt. Það er líka verið gert, skilur, þú veist. Við erum með filmkrú, dokumentary krú, elda mig, þú veist, á æfingum og eitthvað, þú veist. Já, í 3 mánuði. Þú veist, þeir allt með allir slatta, sko, allir mjög sturtu og eitthvað, sko. Já, ég man því þegar hérna, Kristinn Gauti sem var að taka heimildamyndinu um þig tók eitthvað sturtu skot. Já, en ég held að það var alveg gott skot, lúkaði mjög vel, sko. Já, lúkaði vel. Óþaldið er á teipinu í surðinni, sko. Hann er ekki að taka mig upp. Mér varst alveg óþaldið þegar hann var eitthvað svona hei, ég var hérna að taka smá skot af kolla, vil ég sjá, þetta lúkaði vel og ég bara já, og ég bara er hann í sturtu? Það er eitthvað fyrir hans svona private collection. Já, þetta var svo leikir svo finnir svona þungt skot einhvern veginn svona kolli bara í sturtu og ég bara ha? Hvað er ég að horfa á þér? Þetta var þannig að Kristning sko, myndirðu gera OnlyFans-reikning? Ef að ekki hérna porn OnlyFans-reikning en þú veist, ég gera OnlyFans-reikning eins og OnlyFans og hugsaði í uppæði já, sem þú fáið svona sem svona eins bak við tjöldin hjá íþróttafólki og tónlistafólki eins og það var the original svo bara, þú veist bara hverja graða gælur sem rændu því helvítis, þessar gröðu gælur sem það Floyd Mayweather OnlyFans sem er bak við tjöldin dótt, þú veist, og einhverju fleiri gæjar, þú veist, Paddy Donovan ískur, Paddy, hann er með það líka þarftu við ekki að fara að gera eitthvað svona og svo er það kannski bara eitthvað svona ljósblátt svona þú veist, svo Instagram breytt gera eitthvað svona paywall líka þessu skræpa á Instagram, þá ertu að fá sama, skilur, þú veist, eitthvað dótt en það er bara, þú veist þetta er svolítið svona svo mikið efni að, þú veist, hvað fólk er að borga þér fyrir að horfa á eitthvað, þú veist, auka stories af þér, þú veist, skilur, ég er ekki nú aktífur á Instagram nú þegar, sko hvað er verið að bruka fólk fyrir að sjá 2 auka stories eða eitthvað ég er endar, sko, ég held ég myndi, sko fá hjarta áfall úr gleði ef þú væri eitthvað svona muni að fylgja mér á OnlyFans ég væri bara þú veist, ef maður væri að gera eitthvað bara eitthvað svona nú er ég að, þú veist hérna, æfa hérna eða eitthvað og fólk voru að borga fyrir það já, bara let's go já, nákvæmlega en ég meina hérna svona 50 lótu favorite spurningu, hvort myndur þú vilja vera illa flengdur eða illa skeindur? Illa flengdur illa flengdur? Já, ég held það er svo vond að vera illa skeindur maður og kannast það? Já, skilur það er allir upplifað skilur með kannski eitthvað hérna og það er mikil heitt eða eitthvað og klæjari og þú veist, bara þeir eru mér njálka þú veist og svo er þetta kannski komin í hanskana á leiðin í hringin nei, ekki alveg þannig sko svo aðeins að klóra þér en það er ekki hægt að þú með þessa muffur á þér sko þá þarf maður svona setjast og svona búið til bíl skilur við að milli raskinnuna skilur við til að klóra sér það vil endi í þessu þetta er aðeins svo nákvæmt til þess að vera hypothetical question sko. En þú myndi þá freka vilja að allt hérna handboltalandsliði myndi mynda röð og allir myndi allir flengi allir allt handboltalandsliði illa flengur sko þú verður að vera illa flengdur mjög illa flengur það eru illa skeindur við erum það mjög illa skeindur það er ykkur að, eitthvað, 20 gæja eitthvað já það getur ekkert sest nýður bara skeindir skilur nei, þú getur ekki eða þú veist, alltaf er það bara eða þú veist, þú er bara svo illa þú
þú veist. Illa skeitur allur fyrir skeinið næst. Nei, þú veist, you're just gonna make it worse. Krónískt. Já, svona krónískt, skilur. Krónískt? Illa skeindur, skilur. Eða einu sinni illa Þú getur fengur. bara reynt og reynt. Já, en þú Já, veist, bara- átti taka á flengingu. Þú veist, þú getur reynt og reynt, þú verður bara að maka drullunum, skilur. Það er svona, hvað er ekki þetta einu sinni, þetta eilífi? Þannig að þú myndir fyrir að vilja fá handboltalandsliðið í rassinn. Flengjum mig. Já, það er fengið í rassinn. Nonni lætur allt hljóma svo illa. Það finnur liðið til að láta allt hljóma aðeins verð. Já, þú ert að fara að segja það svona, já, þú ert alltaf með svo óþægilega óþægilegt energy. Óþægilegt orðalagstundum. Já, það hefur byrjað Þetta mér. er uppsarfna sexual energy þetta. Það var einum. Það virkar stundum. Ég og Biggi vorum að reyna að panta okkur bjór þegar við vorum eftir í Núrberg og og kemur dama og svona aðstökur með bjórn eitthvað svona, já, við fá okkur svona hvítan bjór. Hún er svona, já, ég var líka svona Amber Ale, hann er aðeins meira intense. Ég var svona, já, við erum úrslega intense, gaurar. Við tökum hann. Og hún bara, ok. En það var bara mjög skemmtilegt kvöld og mjög skemmtilegt steppa. Það virkar stundum, það verður bara með ljótt orðalag. Óþægilegt. Já. Það er svona aðeins og mikið þögn í stúdíunum. Ég ætla að segja ykkur sögur. Já, ég get sagt ykkur fullt að góða sem Núrberg var góð borg. Já. Nó, það var skaman. Þetta er alltaf skemmtilegt að berjast í borg, stórborg. Já. Ekki bara í Jarvimpa. Ekki, þú veist, já, þú veist, bara út í Helsingi. Mér fannst samt einhver svona smáborgarstemning í Helsingi. Já, Helsingi er svolítið svona, mér finnst Jarvimpa miklu meira næs en Helsingi. Já. Þú veist, Helsingi, þú veist, stór borg með engu í. Já. Þú veist, þetta er bara svona stór sveitaborg einhvern veginn. Já. Þú veist, þetta miðbærin er bara svona, þú veist, eins og miðbærin í öllum borgum. Já, bara En fyrir utan það er þetta bara, þú veist, eitthvað. Jarvimpa var bara allt í göngufæri, skilur við. Já, það var stónkaðilegt. Sérðu eftir bardaðinu í sem átti að vera í Saman Linna þegar það var búið að para saman þig og Míka þar í ykkurum kastala? Já, þú veist, já, það er bara geggja venju, sko. Já, já. Þú veist, Róbert til enn í þessu barist á nokkurnum. Já, barastu Míka eða ekki? Jú, barist í Míkar og barist við annan gæðar, Já. eitthvað. Það er þetta geðveikt flott venju, það er bara kastali, þú veist. Já. Þannig að þetta er eitthvað svona óperuhöll eða eitthvað. Þannig að þú veist, það er þetta verið geðveikt, en þú veist, þetta í Helsingi var líka flott, þú veist, risa event, sko. Þú veist, hvað var margir, þú veist, ykkur þúsund manns á það. Já. Það er ekki. En sko aðeins að koma tilbaka í Kongóið. Er höll í Kongó eða er þetta bara eitthvað svona stiftur hringur sem að allir eða kannski bara á eftir að byggja höllina eða Bara, þú veist, bara ég mikið og ég, sko. Nei, Þú veist, kannski er þetta sama á, þau voru með þegar Ali Forman bara, þú veist, þar var þetta bara fangilsi undir, höllinni. fangelsi undir höllina. Þá, vissi ég hvað ég gerði? Nei. Þá, sérst, ekki Mobutu eða, ég man ekki alveg hvað heitir, þú veist, einræðisherinn þarna, hann bara hreinsaði upp þá alla glæfamenn og allir sem voru líklegir til að glæfamenn, hendir öllum í jailið og jailið var undir legunginum. Geggja. Þannig að hann tók bara allir sem er líklegir til þess að fremja glæpi, að það voru svo mikið túrismi og mikið fólki sem kom, skilur, allir sem er líklegir til þess að brjóta af sér, bara í jailið. Já. Smá svo El Salvador, skilur, er að gera bara, tökum alla glæfamenn, bara í jailið. Já. Og þú veist, þess að var ekki rendur eða drepinn en það, skilur, með þetta var. Nei. Er ennþá innræðsherra í Kongó? Nei, það er heldur bara fórseti. Djöfullinn maður, það var ekki hægt að gera þetta því. En þú veist, þetta svonur fórsetisráður að skilur einræðisherrann, þannig að veit ekki, þú veist, kannski Þannig að þú veist, maður getur mögulega verið að lenda þarna og það er bara búið að sópa öllum undir Já, kannski bara, þú veist. Já, ég er svo spenntið fyrir, ég syrgi það sem ég búið að færa það. Af hverju þurftir að brenna eitthvað FIFA-dómara? Ég syrgi eiginlega bara Japanstóti, sko. Já. Það var búið að semja bara allt terms og búið að semja og bara það fyrir anstæðing. Og svo bara kom bara, þú veist, fjalla bara niður. Það var alveg sem ég syrgi mest, sko. Já. Það átti að vera núna í janúar. Lók janúar. Já. En gæti það ekkert orðið úr því setna? Jú, þetta bara leið og ég kláraði barðan, sendi mér ságauður eitthvað, hei, vilt þú berjast hérna? Hann sendi mig Ástralíu, sko. Og ég sagði nei, eitthvað, við sendum mig eitthvað svona heifidót, þú veist, eitthvað, já, en ég er tilbúin eitthvað í samstarfi í lokin, eða í framtíðinni, eitthvað svona. Hann bara, já, ég hef samband eitthvað í framtíðinni. Okay. Og ég, vinur minn sem er að vinna á bóksinni sín, er editor þar. Já. Og hann var að taka viðtalið mig eftir sem postaði. Og það var ég alveg svona,
þeir eru að setja inn að mér langar að berast í Japan eða bara svona, þú veist, bara okkur Japan, langar að berast ekki svo, nei, mér langar bara að berjast og fara til Japan þannig að hann setta inn bara fyrir mig svona í djóki, skilur Já, sem svona hálfgerða auglýsingu Já, svo hálfgerð svona, hei, ég er til í þetta, skilur Já, ég var í ógeðslega til að fylgja þetta í Japan Já. Mér er alltaf langað að fara til Japan Menn voru eitthvað að hafa ágjur svona af Yakuza. Nei, það er búið Aha. ég veit ekki, efst Það Svo er þetta svona, þú veist, á svona stöðum, skilur þá, ef þú ert túristi, þá ertu safe. Já. Eða bara öllum stöðum. Nei, sko, það var einhver að tala um það. Ég var eitthvað að Já, ræða þetta, Nonni var eitthvað að tala um þetta síðast þetta. Já. Að einhver hefði ágjur að bara Yakuza myndi biðja að taka dive Já, og eitthvað svona. Sko, ég veit þekkilega sem að verið bóðið bardagar í Kína og Japan og svona, með því skilurum að þeir að tapa. Já. Þannig að þeir að fá kannski, þú veist, það er bóðið kannski einhver bilaði peningur, en þú taka dífu móti einhverjum gaur sem er umlegur, skilur. Já. Þú veist, það er alveg þannig. Það er svo Það fyrirfram er kannski vitað. svona Yakuza sem er bak við það, skilur, eða Triad eða eitthvað, skilur. Já, en það er svona fyrir mann vitað svona Já, þá veistu það fyrir, þú mætir ekki bara staðin í einhverjum bardaga sem þú bara verður að fá í sig anstæðing fyrir pening og svo kemur bara, hey, þú út að tapa þessu. Hann skjótu við þig, þú veist. Já, kemur ekki svona hefi kurteis Japanir svona rétt fyrir fætt og bara you take dive, 5th round Nei, ég veit. En það er vinur minn sem er dómari í Svíþjóð, honum var búið að fara til Tjetjeníu að dæma. Já, ok. Og hann var bara, skildi ekki okkur allir að segja nei við að fara. Bara, auðvitað skulle fara til Tjetjeníu, já, gekkið eitthvað. Og það tíðlega bara þess að það var Lucas Brown að boksa við Gæi F. Tjetjeníu, heimamann. Já. Og hann var í búnisarbygginu, þegar ég fyrir búnisarbyggi fyrir bardagan, hann var hringdómari, eða neða stíðadómari já. Og skilur, og hann bara svona undirbúið sig fyrir þetta eitthvað og lappaði gæinn í jakkafötum, bara, framjá, það átti ekki að koma inn, sko. Lappaði gæinn í jakkafötum og bara, gæinn þetta hjá mér og við viljum rosalega að hann vinni. Af því að maður veit aldrei hvað kemur fyrir á leiðinu frá flugvöll. Svo lappaði hann bara út. Og það var bara, annarkoð vinnur hann á stigum eða kannski kemst þú ekki heim og hann bara, fuck. En sem betur fyrir Lucas Brown rótaði hann, sko. Svo kom svo ljóðu setna mér að Lucas Brown var fjall á liðabrói og allir Tjetjeníu hata hann er hataður Tjetjeníu, sko. Áhugavert. En já, þetta var bara svona, þetta er alvöru dót, sko. Já. En svona, já, kannski ekki í Japan. Nei, ekki núna, þetta er præt eitthvað, skilur. Já. Ég ekki sáttu þetta bara præt. Já. En maður kannski, já, ef þetta er svona stangheðileg stofnun og eitthvað. Já, ég meina eftir að bjóða mér eitthvað, þú veist, já, berjast og, þú veist, þeir buðu mér bara, þú veist, fullt ekkur pening, skilur þá termsið og við finnum bara easy 12 round fight, eða 10 round fight, ok, bara, já, flott, skilur. Já. Þú veist, þetta er bara fyrir eitthvað sjó, skilur. Já. Þú veist, þetta borgir þetta, einhverja miljónum mann sem búið í þessum borgum og hvað er að selja, þú veist, 30.000 miða. Já. Þú veist, skilur það búið 5 miljónum manns og 30.000 miðar, það er bara, hvað það er ekki eins og prósenda af þessi búa það, sko. Nei. Skilur við. Manstu í hvað borg þetta átti að vera þegar þið buður? Nei. Nei, en þetta eru svo þétt skifað borgir allar, Já, þú veist, það var bara, já, flugum með það fyrir svona marga daga, svona mikið borgað og svo bara eftir fjárnastæðing. Það var eina sem þetta, og svo bara fjarað út. Ég vil sé ekki eftir því. Já, ég hef langt að fara til Japan, sko. Já, ég vil fá Big in kemur að Japan. því, maður. Já, við manifestum það núna. Já. Herru, ég er svona spæðið að fara að slá botnin í hann þátt. Já. Vera góður klukkutíma 17. Þetta er bara time flies when you're having fun, sko. Jú. Það var ekkert eðlilega fyndið. Ég er samt, sko, kemur eiginlega mest óvart þetta Mike Tyson var þessu dick pic á móður andstæðingsins. Já, þú kjósi frekar höggir. Já, skilur, þetta bara hefur við takk, skilur. Svo Lennis heiti mig einu sinni sem ég fann fyrir, sko. Já. Þá held ég bara, ég held hann ekki sem vita það, sko. Já. En það var aðalega, þú meittir þessum bara mest í hnénu eða ekki þegar þau fóru niður í kannvassinu, Já, þú veist, þá fekk ég nuttsár hnéð, og það, þú veist, ég enda með það, og það er enda svona klæjar í því, sko. Já, Það er svona eitt lítið óó. Já. Það finnst ég horfa á það, svo hann rígheldur í hendur á mér. Það veist, hann svona, hann ætlar ekki að sleppa mér. Já. Hann er bara að lífa af, sko. Já. Þannig hún kannski næri ekki alveg að svona koma höndunum fyrir þig og detta almennilega. Jesus. Svínaskapur hefur það maður. Herru, geggja, Kolli, ég þakka þér aðeins að vera komuna. Já. Þakka mjög til að fá þig aftur. Já. Þakka til að halda áfram að fylgjast með verðlunum
og vonandi bara upp áfram sko. Já. Það ekki? Gekið. Herru, takk fyrir að koma og takk fyrir okkur.